daginn, ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann númer 741 og dagsetningin 12. júní 2019, segir fund settan. Þessu sinni 13 mála dagskrá. Svo ég farið aðeins yfir þetta í heildina, þá var það ein fundargerð frá bæjarráði, það féll með fundur á uppstigningardag, þannig að fundargerð var aðeins ein frá bæjarráði þessu sinni. Síðan koma 4 frá nefndum, 4 fundargerð frá nefndum bæjarins, íþrótta- og tómstundanefnd, 2 fundargerð frá skipulagsnefnd og lýðræðis- og mannréttindanefnd. Síðan það sem kallar almenn erindi, það sem snertir notendaráð fatlaðs fólks. Og loks það fundargerðir til kynningar. Það 6 talsins að þessu sinni. Við hefðumst á handa og það þá bæjarráð Mosfellsbæjar sem það fundur númer 1401. Það voru heil 15 mál á dagskrá og ég gef orðlaust þessa fundargerð. Örlygur, gjörðu svo vel, þú ber orðið. Virðulegi forseti, ég kem hér upp undir lið 1 á fundi bæjarráðs nr. 1401 sem ber heitið krafa greiðslu fyrir afhendingu vatns úr Laxnessdý. Ég óska eftir því, virðulegi forseti, að fjalla þetta mál ásamt lið 2 á sama fundi sem ber heitið úrlausn mála varðandi Laxness 1. Já, þetta svona hangir saman, þannig að það sé eðlilegt. Hér mál að ræða mál sem hefur langa sögu í Mosfellsbæ. Óhætt að segja að það fylgi ekki ítarleg gögn og ítarleg fylgiskjöl með málum. Aðeins minnisblað frá lögmanni bæjarins. Það færi betur á því að vinna máli betur svo upplýsa mætti bæjarfulltrúa þróun málsins. Eftir stendur að Mosfellsbær hefur tekið vatn úr Laxnessdýi sem í sameign bæjarins og annar eiganda. Þrátt fyrir að vísa sig í minnisblað lögmanns bæjarins sem liggur hér undir þessu máli ekki séð hver eignarréttarleg staða Mosfellsbæjar enda ekkert þinglist skjal tiltæks sem sýnir óyggjandi að bærinn hafi heimild til að nýta vatn án þess að slíkt hafi verið samið við landeigendur sem eiga landi í sameign ásamt bænum. Sem vísa í stjórnsýslulög nr. 37/1993 var það bæði upplýsinga og leiðbeiningarskyldu stjórnvalds mikilvægt að tryggja sig gætt sé réttindi sameigenda Mosfellsbæjar í þessu máli. Það má telja með ólíkindum hver lengi þetta mál hefur verið óleyst og rétt að leita allra leiða til að ná samningu við hlutaðeigandi aðila. Mikilvægt að Mosfellsbær sýni fram á þinglýst gögn sem styðji við þau réttindi sem bærinn telur sig hafa með vatnstöku úr sameiginlegu landi og upplýsi bæði bæjarfulltrúa og sameigendur sína þau gögn. Við í Miðflokknum leggjum ríka áherslu á gagnsæi í málum af þessum toga sem varðar eignarrétti, bæði bein og óbein. Og óska ég vinsælast eftir að því forseta að greitt verði atkvæði sérstaklega þennan lið og lið 2. Já, við ræðum mál nr. 1 og reyndar 2 líka, það hanga mikið saman. Fleiri sem við ræða þetta mál. Haraldur Sverrisson við orðið, gjörðu svo vel, Haraldur. Forseti, hér gamall kunningi á ferð og hingað til hefur verið samstarf við bæjarstjórn að gæta hagsmuna bæjarins í þessum málum. Mér sýnist að það geti verið einhvern annan mér núna. Mér þykir það reyndar miður. Það skortir ekkert á það að það sé ekkert að fá upplýsingar um þetta mál, en þetta er orðið nokkra áratuga gamalt mál. Það hefur gerað margítrekaðar tilraunir fyrir að leysa samskipti og hvað ég segja, samskipti skulum við bara kalla það. Sameigenda í Laxness 1 sem Mosfellsbær á 25% hlut. Eins og kom fram á bæjarráðsfundinum þar sem fulltrúi Miðflokksins satt og lögmaður fór ágætlega yfir og útskriftir í minnisblaði hans hér kröfu í máli 1 þar að segja töku vatns í Laxnessdýjum og þá verður færð góð og gild rök fyrir því að réttur Mosfellsbæjar og málatilbúnaður Mosfellsbæjar sé sanngjarn og réttur. Án þess að ég ætla hér að fara í í beinni útsetningu í einhvern réttarhald það eða málflutning það. Það kom líka fram að það var það mál nr. 2 að
það liggur raun og ekkert fyrir en kröfugerð í því máli frá viðkomandi aðilum eða aðila og ómögulegt fyrir Mosfellsbæ að átta sig á því raun og veru hvað málið snýst. Þannig að ég vísa nú bara þá bæjarfulltrúum Miðflokksins og fulltrúum Miðflokksins á að ef þeir telja sig vanta upplýsingar í þessu máli sem og öðrum, þá geta þeir bara snúið sér til þeirra embættismanna sem það mál fjalla, Herstur Villi Bæjarlögmann sem hefur ágæta yfirsýn yfir það, þar að segja svona á þessu stigi máls. Það eru litið allir ekki að tjá þetta mál meira. Þeir eru sem að ræða þessi mál nr. 1 og 2. Það var verið að óska þess að greiða atkvæði sérstaklega þetta mál, er það ekki rétt Örlygur? Ertu þá að meina mál nr. 1? 1 og 2. Já, það er kannski rétt að við bara gerum það núna snöggvast áður en lengri haldið. Og best að taka það þá sitt ykkur á lagi. Þeir sem samþykkja niðurstöðu bæjarráðs í máli nr. 1 sem heitir krafa greiðslu fyrir afhendingu vatns- og laxnistigi. Lesa niðurstöðuna. Já, lesa niðurstöðuna og bæjarráði nú við. Taka þetta mál fyrir. Niðurstaða samþykkt við 2 atkvæðum að fela lögmanni bæjarins að svara bréfdeildar á grundvelli fyrirliggjandi minnisblaðs fulltrúi M-lista satt hjá. Það er sem sagt niðurstaða bæjarins var að vísa þessu til lögmanns. Þeir sem samþykkja niðurstöðu bæjarráðs eru byrjað rétt upp hönd, einhverja móti. Það er 8 atkvæði og 1 situr hjá. Þá gerum við það sama með mál nr. 2 í sömu fundargerð. Málið heitir úrlausn mála varðandi Laxness 1. Þar er nú sama niðurstaða, ég ætla að lesa hana svona, samþykkt með 2 atkvæðum að fela lögmanni bæjarins að svara bréfritari á grundvelli fyrirliggjandi minnisblaðs fulltrúi M-lista situr hjá. Þeir sem samþykkja niðurstöðu bæjarráðs í þessu máli einhverju móti, það er sem sagt 8 atkvæði með og 1 situr hjá. Þá er þetta afgreitt þessi 2 en ég gef orðalaust fundargerðina. Hinn málin 13 sem við erum ekki útkljáð. Eitthvað sem við vilja ræða þar. Örlygur, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég kem hér upp undir liðnum nr. 10 og síðasta bæjarráðsfundi nr. 14/01 sem heitir ráðning skólastjóra Langfellsskóla. Ég bið einnig leyfi að fá að taka leið 11 með því. Já, það er svona samtengt. Það veitar ekki. Þá ætla ég bara að taka þá. Vil ég óska nýjum skólastjóra Langfellsskóla, Lísu Greifsson, innlega til hamingju með stöðuna. Jafnvel vil ég þakka Jóhönnu Magnúsdóttur fyrir vel unnin störf í skólann. Jóhanna hefur átt ríka þátt í að efla skólastarf hér í bæ og sinnt í starfi að mikilli alveg allir saman. Við viljum bara þakka henni kærlega fyrir og óska Lísu til hamingju. Já, einhver sem vil ræða 10 eða 11, skulum taka það fyrir. Má ég það taka 11? Já, það er alveg svo sagt. Lýsa á að það var málum 10 sé útrætt og Örlygur hefur kosið að ræða málum 1, það er 11 frikiði, sem heitir ráðning skólastjóra Varmárskóla. Virðulegi forseti, ég kem hér upp undir liðnum nr. 11 frá síðasta bæjarráðsfundi 14/01 sem heitir ráðning skólastjóra Varmárskóla. Vil ég óska nýjum skólastjóra Varmárskóla, Önnu Grétu Ólafsdóttur, innlega til hamingju með starfið. Jafnframt vil ég þakka Þórunni Rósu Ólafsdóttur fyrir vel unnin störf í skólann, bæði þá foreldra og barna og megi henni vegna vel í nýju starfi. Takk fyrir. Einhver sem vil ræða mál nr. 11. Svo er ekki, þá er það útrætt. Orðalaust fundargerðina að öðru leyti. Stefán Ómar hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar.
Ég kem hérna upp undir máli nr. 4 sem heitir Vesturlandsvegur landeigendur Mosfellsbær. Svona kannski aðeins tengt þessu sem ég vildi hérna fá að hnykkja á með mínu leyfi forseti. Það var flutt tillaga í skipulagsnefnd og sem sagt aðreinarnar hérna að tvöfalda þær og ég veit til þess að það búið að sem sagt að gera ráð fyrir því í deiliskipulaginu þannig að þá var allt klárt. Ég vildi svona kannski spurjast fyrir það ef að bæjarstjóri geti frætt mig það hvert að það er búið að ganga frá þessu alla leið, hvert að þetta verður þá gert núna þegar verður farið í tvöföldun í sumar sem væri náttúrulega var svona markmiðið með tillöguflutningum á sínum tíma. Takk fyrir. Já, spurningu til þín Hörður, gjörðu svo vel. Ég spurði það rétt á stýruna það hvort að vegurinn inn í hringtorgin sem verða hér á einum stað. Það er bara eitt hringtorg sem það eftir að gera. Að hvort að þær séu tvöfaldar og mér er sagt að í hönnunargögnunum sé svo. Þannig að það er gert ráð fyrir tvöföldum eða að segja tveimur akgreinum inn í hringtorgin. Þeir sem vilja taka til máls þetta mál, til nr. 4, Vesturlandsvegur, landeigendur Mosfellsbær. Og svo virðist ekki vera, þá er það mál útrætt. Eitthvað annað sem bæjarfulltrúar vilja ræða. Og svo virðist ekki vera, þá er umræðan lokið þetta mál. Það er reyndar eitt mál sem að þarf að greiða sérstaka atkvæði sem er mál nr. 3 og það er vegna þess að það var fulltrúi Miðflokksins greiddi atkvæði gegn því máli í bæjarráði. Þannig að við greiðum sérstaklega atkvæði mál nr. 3 sem heitir Óskum úthlutur lóða við Sunnugrugga 3-7. Niðurstaða bæjarráðs var svohljóðandi, samþykkt með 2 atkvæðum að heimila skil lóðarinnar. Fulltrúalista greiðir atkvæði gegn samþykktinni. Þetta var niðurstaðan segir sem samþykkja niðurstöðu bæjarráðs. Aðeins taka til máls áður en þú greiðir atkvæði. Atkvæðagreiðsluna. Já. Það er ekki atkvæði, þetta er bara áður en þú lætur greiða atkvæði máli, má ég taka þetta máls máli. Kannski orðan sinn. Já, það var eiginlega sinn. Ok, þá bara, það skiptir ekki máli. Við skulum þá ganga til atkvæða. Þeir sem samþykkja niðurstöðu bæjarráðs í máli nr. 3, þeir eru bannir rétt upp hönd og einhverju móti. Það er 7 atkvæði með 1 situr hjá og 1 greiði atkvæði. Stefán, þú situr hjá. 1 situr hjá og 1 greiði atkvæði á móti. Þá er það komið. Þá er eins eitt eftir með þessa fundargerð og það er að greiða atkvæði all hin málin sem við erum ekki búin að greiða. Við erum búin að greiða atkvæði 1, 2 og 3 þannig að við þurfum að greiða atkvæði þá fundargerðinu að öðru leyti eins og einstök málum eru með sér og þeir sem samþykkja þá fundargerð niðurstöðu bæjarráðs sem bennir eftir bönn, það eru 9 hendur á loftið, þannig að það er samþykkt. Þetta var nú bæjarráðið og eins og ég sagði áðan, það var aðeins ein fundargerð frá bæjarráði þessu sinni. Þá förum við í nefndirnar. Við byrjum á íþrótta- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar. Það er fundur nr. 229. Þar voru 6 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Þannig að Sigríður Gunnardóttir er orðið, gjörðu svo vel. Forseti, þá skoðum við örsnögt upp undir máli númer 2 og bara fagna því sérstaklega að það ef að fara af stað vinna við lýðheilsu og forvarnastefnu. Það var samþykkt á síðasta kjörtímabili að fara í vinnu við forvarnastefnu og það tafðist af ýmsum orsökum. Síðan voru gerðar breytingar á verksviðum nefnda og forvarnamálin flytt til íþrótta- og tómstundanefndar sem er bara gott. Og núna er þessi vinna að fara af stað og ég vildi bara sérstaklega fagna því og hlakka mikið til að sjá
hvernig þessu máli vindur fram vegna þess að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að setja okkur stefnu í þessu málum. Takk. Númer 2, fleiri sem vilja ræða það. Lýðheilsu og forvarnastefna. Svo ekki, þá er umræðan lokið það mál. Eitthvað sem bæjarfulltrúi vilja ræða annað þarna í þessari fundargerð. Örlygur, gerð svo vel. Forseti talaði lið 2-3, ungt fólk og 2019 niðurstöður. Þar komu sláandi niðurstöður rafrettunotkun í bæjarfélaginu og einnig hækkaði hassneysla. Og þetta er alveg mjög þarft verkefni sem bæjarfulltrúi nefndi áðan með lýðheilsu og forvarnastefnuna. Að þessi atriði eru svona mikilvæg sem við þurfum að fara að hlúa að því við sjáum hérna í bæjarfélaginu fullt af búðum með að vera að selja rafrettubúnað og við þurfum að finna markvisst í að minnka neyslu rafrettu og svo í fylgihvetjum sem er hassneysla í rafrettubúnað. Ekki hassneysla, heldur vökvi. Mál númer 3, fleiri sem vilja ræða það. Kolbrún Þorsteinsson, Norðurlandsflokkurinn. Já, takk forseti. Ég vil einmitt koma upp undir þessu máli. Hingað til höfum við komið mjög vel út af þessum könnunum. Gengið mjög vel hér í þessum bæ sem og öðrum bæjum hér á Íslandi. Og við hefum kannski ekki átt okkur á þessari nýju ógn sem steðir að núna. Þetta eru vissulega alvarlega niðurstöður. Þetta veip fyrirbæri er eitthvað sem við þurfum bara að átta okkur á að er ekki barnaleikföng. Þetta er framleitt fyrsta lagi fyrir fólk væntanlega sem vildi hætta að reykja en ekki byrja að reykja. Við bjuggum við það hér í of langan tíma að þessar vörur voru sýnilegar hér í verslunum í bænum. Frá nýjum lögum frá 1. mars 2019 og bara mjög ný lög, þar kemur fram að þetta megi ekki lengur vera sýnilegt í verslunum, nema í sérverslunum og þangað eiga börn yngri en 18 ára ekkert erindi þar inn. Þannig að ég ger ráð fyrir núna að verslunareigendur hér í bæ fari eftir lögum og reglum og séu búin að fjarlægja þau rök sín og síðan er náttúrulega fyrst og fremst þurfa foreldrar að vera vakandi yfir því sem er að gerast og skoða bara lítið eigin barm og athuga hvað er að gerast hjá sínum börnum. Ég teka samt fram að þetta er ekki mörg börn að ræða, þetta er ekki mörg tilfelli, en ég meina eitt tilfelli er nóg og mikið. Við viljum sjá tölurnar fara upp, við viljum sjá tölurnar fara niður en ekki upp. Og þegar við sjáum tölur fara upp, sem við höfum ekki séð í mörg ár, þá náttúrulega fer okkur hrollur. Þannig nú þurfum við bara að skoða og ég trúi því núna með samstilltu átaki að þá sjáum við tölurnar fara niður aftur. Og fólk áttir sig á því, ég myndi hættunni sem stafar af þessari veipnotkun. Þetta er nokkuð eins saklaust og þetta lítur út fyrir að vera. Og við höfum ekki umburðarlönd fyrir því að ungi krakkar hér niður í 8. bekk, jafnvel 7. bekk, síðan nota þetta. En þetta er eitthvað sem við gátum stoppað, við gátum náð árangri hér árum áður. Það gátum við stoppað áfengis, unglingadrykkju og reykingar og ég hef fulla trú á því að við getum stoppað þetta núna. Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Forseti, tek undir það er ekki gott að sjá þessa hluti fara upp, sérstaklega daldar áhyggjur af notkun þessara veiptækja, þó að við sjáum hlutfallslega hækkun í maríjúana neyslu, þá er það mjög bara einstök tilfelli og svona auðveldar að taka utan og það myndi ég halda og ná á því tökum, en veipneyslan hún getur leitt ýmislegt annað af sér og ég held að það sé ekki tilviljun að herferðir og framleiðsla þessara tækja, þessara efna eru stýrð af tóbaksframleiðslu fyrirtækjum. Því að eins og kom hérna fram í máli Kolbrúnar hér áðan að
þá hefur svo sem verið talað þetta sem ágætisleið til að hætta að reykja, en manni sýnist nú að það sé verið að færast meira undir það að kenna eða kynna með einhverjum hætti reykingar fyrir yngra fólki, jafnvel börnum og unglingum. Ég vil fagna því að það sé komin löggjöf sem tekur á því hvernig megi kynna þessa hluti. Hún var í skötulíki og það hafa verið verslanir hér í bæ sem hafa auglýst þetta hér mjög stílmerkilega, ég get orðað það þannig, þessar vörur til sölu. Nú er þetta að taka á því og að það er þegar verið sendt bréf frá tómstundafulltrúa bæjarins til eftirlitsaðilans sem er Neytendastofa, sem er vakin athygli á því að við teljum að meðferð kynningar á þessum efnum sé ekki í samræmi við þessa nýju löggjöf og beðum að það sé tekið á því. Það er eitt sem þarf að gera, en ég tek líka undir það sem hér hefur komið fram að samfélagi allt þarf að taka höndum saman og ekki síst foreldrar að segja börnum frá því hvað skaðvaldur þetta getur verið, því að það kom líka fram í þessari könnun að umburðarlyndi foreldra er mun meira fyrir þessari gerð af, já, getum við ekki kallað þetta vímugjafa. Ég meina, fólk er allavega að fá nikotín áhrif gegnum veip. Það má alveg kalla það vímugjafa. En það er allavega umburðarlyndi foreldra er mun meira fyrir þessu en áfengi og sígarettum, sem ég held að þurfum kannski að taka á og breyta viðhorfi til. Valdimar Birgisson, Hlutaborgir, Valdimar. Herra forseti, ágætt bæjarstjórn, ég vil aðeins að koma upp undir þessu sama lið. Takk undir það sem við höfum sagt hér að það er mikilvægt að minnka veipneyslu og það er greinilegt að það er eitthvað öðruvísi hér í bænum hjá ákveðnum aldurshópum heldur en annars staðar og líklega skýringin er aðgengi sem við ætlum að beita okkur fyrir eins og við getum að minnka vegna þess að aukið aðgengi hefur vissulega áhrif á neyslu og einnig þetta að leggja áherslu á það hvar sem við getum að það sé dregið úr neyslu á veipi. Þetta er ekki eins hættulegt eins og sígarettur en þetta er greinilega á upplifun og það er einhvern veginn tilfinning fólks að þetta hafi verið skaðlaust algjörlega sem er ekki rétt, þetta er ekki alveg skaðlaust en þetta er mjög gott tæki til þess að fyrir fólk sem er að hætta að reykja og vissulega góður staðgengill fyrir sígarettuna en ekki gott að unglingar sé að nota þetta til þess að hefja neyslu. Varðandi aðra vímuefnaneyslu eins og maríjúana sem kemur fram í þessari könnun þá er það nánast innan skekkjumarka þannig að það er svona minni ágjörð því en það á alltaf að hafa ágjörð því og alltaf að kynna vel í skólum og bara fagna því að þetta mætti taka þetta upp í sem lýðheilsu markmið að það sé sett ákveðin markmið minnkun á veipneyslu meðal unglinga í bænum. Það alltaf gerist með kynningu í skólum og hvatningu til foreldra að fylgja til börnum. Já, Anna Sigríður, þú ert næstum. Ég ætla ekki að tala um þetta. Nei, ok, já, en það var hins vegar Arnaði næst. Já, allt í lagi þá var nei, það tók mig. Arna Hafliðsdóttir og svo þá Kolbrún þetta vor. Virðulegi forseti og bæjarfulltrúar, ég kem upp undir þessu sama máli og varðandi veipaukninguna. Bæjarfulltrúi Valdimar sagði að það væri jafnvel ekki eins skaðlausara en reykingarnar. Það er ekki komin reynsla á það, þannig ég vil ítreka það að við getum ekki sagt að reykingar séu skaðlegri en veipið. Þeir sem framleiða veipið eru þeir sem eiga tóbaksfyrirtækin, þeir voru farnir að minnka, salan að draga saman hjá þeim, þannig að hvað gera þeir? Þeir bara framleiða annað því þeir ætla að koma sinni vímuefnum í sölu.
til lengri tíma munum við sjá hversu skaðlaust eða skaðlegt þetta er. Þannig að ég vil horfa á þetta sem jafn skaðlegt. Það töldu allir reykingarnir skaðlausar hérna í þenn og það við reyktum honi börnin okkar og þess háttar. Þannig og nú er tími búinn að leiða það í ljós hversu hættulega reykingarnir eru, þannig að ég vil horfa á veikni bara á sama hátt. Þetta er hættulegt og við vitum ekki langtíma áhrifum. Varðandi skýrsluna, það má ekki gleyma að 90% af börnunum okkar hafa ekki próf. Þannig að við skulum líka hrósa þeim, en við erum ekki að draga úr að reyna að bregðast við þessum auknum veikreykingum. En við mögum líka horfa á hana flotta hóp sem er hérna í bæði. Það er 90% barna sem hafa ekki próf. Þannig að mér finnst það frábært. Takk. Já. Kolbrún Þorsteinsdóttir, þú ert þá næst. Gjörðu. Já, forseti, mig langar aðeins að ræða þetta undir þessu sama máli ungt fólk og þessar könnun sem það gerð og ég bara taka það fram hvað er mikilvægt fyrir okkur sem bæjarfélag að fá niðurstöðurnar úr þessari könnun. Að hún sé lögð fyrir eins og bara gera allavega samfellt núna síðan 2011, 2010 kannski og það var nú gert hlé þarna á tímabili og svo hófum við aftur þetta samstarf við rannsóknargreiningu og það sýnir bara hvað það er mikilvægt að fá þessar niðurstöður og grípa þetta leið og við sjáum tölurnar fara svona upp að við ráðumst á vandann og svo langar mig líka bara til að, og ég þreytist ekki á að tala um það, hvað það er mikilvægt að þessi börn okkar sem eru kannski útsettari fyrir því að falla í svona þessa gryfju í neyslu, hvað það er mikilvægt að við grípum þau sem fyrst. Og við gerum það ekki einn hér sem bæjarstjórn, en við þurfum að fá allt þetta fólk hérna úti með okkur í það. Og þá skora ég líka bara á íþrótta- og tómstundafélögin, að við verðum að halda þessum krökkum inni í tómstundum, inni í félagslegri virkni, virkja þau, áhuga þeirra og allt þetta sem við þurfum alltaf að vera að tala um. Því að leiðum við missum þau í burtu og þá eru þau komin í eitthvað, gera eitthvað óskilja hluti og það náttúrulega, það bara segir sagan og það vitum við. Þessar niðurstöður voru kynntar í Hlégarði fyrir cirka hálfum mánuði síðan fyrir foreldrum. Þar var fræðslusvið og fjölskyldusvið saman stóðu fyrir kynningu. Ég hefði alveg viljað sjá fleiri foreldrar koma á þessu kynningu en það kannski sýnir að það eins og bæjarfulltrúi Arna nefndi að 90% barnanna okkar hér í bænum er eitthvað sem við þurfum ekki að ábyrgða. Þannig að þeir foreldrarna sjálfsögðu mæta ekki sem að telja það allt í fína lagi hjá þeim. En sem betur fer þá er þarna úti fólk sem að lætur ekki bara sitt barn sig varða, heldur öll hinn líka. Og það vilja allir sem vilja koma og taka höndum saman og mætti þarna og hlustuðu á þessar niðurstöður sem er mjög mikilvægt. Þetta var kynnt fyrir fræðslunefndin í gær, þessar niðurstöður og þar kom Edda Davíðsdóttir sem fer með þessi forvarnamálin núna og kynnti líka fyrir okkur þær svona áætlanir og svo kom náttúrulega fram hérna áðan að við erum að fara í forvarnar og lýðheilsustefnu og það er aldeilis ástæða til að leggja áherslu á þennan hlut þar og síðan verður þetta kynnt verða niðurstöður kynntar fyrir bæjarráði í fyrramálið. Þannig að já, þetta er vandi og við ætlum að taka á honum. Takk fyrir. Vilja bæjarfulltrúar ræða þetta mál frekar, nr. 3, fólk 2019 niðurstöður. Svo virðist ekki vera, þá er umræðan það mál lokið, en annars eru þú beðið orðið áðan, eitthvað annað mál. Gjörðu svo vel. Já, ég er komin hérna undir máli númer 5, upplýsingar frá íþrótta- og tómstundafélögum. Þetta er árlegur viðburður hérna hjá okkur að hérna íþrótta- og tómstundafélögin skila til íþrótta- og tómstundanefndar hérna upplýsingum samkvæmt samningum þar þau hafa upplýsingaskyldu gagnvart nefndinni og allt gott og blessa með það að segja og það er ákvæði að greiðslunni er skipt í tvennt að ég held og seinni hluta hérna
greiðsluna geta félögin innheimt þegar þau eru búin að standa skil á upplýsingunum til bæjarkerfisins. Mig langar aðeins þess að taka upp og hvort það þurfi ekki að skoða. Nú er ég ekki búin að lúslesa öll gögnin sem eru þarna, en þau sem ég opnaði, þar fann ég til dæmis engar upplýsingar frá félögunum að þau hafi sett sér jafnréttisáætlun og aðgerðaráætlun. En það er ákvæði í 7. grein samningunum. Ég hygg að þetta sé eins í öllum samningunum. Ég er nú bara með einn þeirra opinn hérna fyrir framan mig. En ég hygg að það sé sama ákvæði í öllum samningum. Og það stendur meira að segja, hafi félagið ekki gert jafnréttisáætlun með aðgerðaráætlun, skal það gert. Og þetta er undirritað, þessi samningur sem ég er að horfa á, undirritað 15. október 2018. Samkvæmt þeim upplýsingum sem liggja hérna fyrir, þá fann ég ekkert þessi atriðum aðgerðaráætlunina í jafnréttismálum. Og mér finnst það mjög miður. Í fyrsta lagi að það er þá bara brot á samningnum, en það er kannski ekki bara við félögin að sakast. Það þarf náttúrulega að fylgja því eftir að það sé unnið í samræmi við samningana. Þannig að, ég veit ekki alveg, kom ekki hérna upp algjörlega tilbúin með það hvað við gerum í þessu eða leggja til. En ég held að það verði að taka á þessu hér eftir. Að félögin fái greitt þegar þau eru búin að uppfylla ákvæði samningana sinna. Og ef þau eru ekki með eins og hérna er sérstaklega talað aðgerðaráætlun varðandi jafnréttismál og svo stendur líka saman skulu félögin fræða starfsfólk sitt kynferðislega áreitni, ofbeldi og hvers konar annað ofbeldi. Ég get ekki séð í þeim gögnum og ég nota bene, ég opnaði ekki allt, en í engu af þeim sem ég opnaði var sagt frá þannig fræðslu. Skiljiði mig. Þannig að kannski er þetta allt saman gert, kannski liggja þessar aðgerðaráætlanir, en þær eru ekki að fylgja með gögnunum sem þau skila til þess að fá seinni hluta greiðslana. Og þessi málefni fyrir náttúrulega utan hvað þessi félög eru okkur geysilega mikilvæg og það þarf ekki annað að vísa bara til, hér komu nánast allir upp í pontu áðan til þess að tjá sig velferð barnanna okkar í þessum bæ undir liðnum niðurstöðu rannsóknar og greiningar líðan barna og ungmenna að tómstundafélögin okkar gegna svakalega mikilvæg hlutverk í lífi þessara sömu krakka. Og þess vegna enn frekar finnst mér svo mikilvægt að við höldum þeim með efnið, að það sé verið að taka á svona hlutum eins og ofbeldi, jafnréttismálum, hvers konar og það séu örugglega virkar siðareglur, það er eitt af því sem á að vera hjá félögunum og ekki bara siðaregluna sjálfar, heldur viðbragðsáætlanir ef eitthvað kemur upp á. Sem vonandi gerist afar sjaldan og örugglega gerist afar sjaldan, en þá þarf að vera viðbragðsáætlun í gildi. Þannig að þetta svona undraði mig því ég var að skoða þetta. Þannig að erindum mitt hingað upp að bara benda á þetta og þá aðalega út frá þeim punkti hversu mikilvægu starfi þessi félög gegna í að útbúa þorpið sem er að ala upp þessi börn sem búa hérna. Þannig að þetta er eiginlega bara svona hvatning til þess að Íþrótta- og tómstundunefnd taki þetta svona með meira trukki á næsta ári. Já, við ræðum 15 mál. Örlygur, þú varst búinn að gefa merki, er það ekki 15 mál? Ég ætla að tala Upplýsingar frá Íþrótta- og tómstundafélögum. Þessi mann fjórða mál. Já, en skulum klára 15 málið fyrst, er eitthvað sem komnum við það? Forseti, ég kem hérna upp undir máli nr. 5, varðandi upplýsingar frá Íþrótta- og tómstundafélögunum. Ég get alveg tekið undir það sem að Anna Sigríður bæjarfulltrúi nefndi hér áðan, varðandi þær upplýsingar sem hún talaði jafnréttisáætlanir og siðareglur og annað slíkt. En ég er alveg sammála því að þetta á að vera til staðar, en ég veit ekki hvort það hafi verið kallað eftir því akkurat í þessu tilfelli. Og ég veist að það er auðvitað hægt að fá þessar upplýsingar, að ég veit það bara hér fyrir ekki svo löngu síðan að þá var þetta sett, og eins og við veitum var þetta sett inn í samninga og sett sem skilyrði fyrir styrkjunum að það lægi fyrir allar upplýsingar. En mér sýnist nú liggja allar upplýsingar fyrir varðandi
fjölda sko, drengja og stúlkna í hverjum hópi og það er alltaf gott að hafa þessi gleraugu uppi, sérstaklega þegar hallar á annað kynið í einhverjum félögum, hvort að það félag geti breytt einhverju hjá sér varðandi það að kalla þá til fleiri stúlkur eða fleiri stráka til sín. Ég held að siðareglurnar á hverju félagi liggi inn á heimasíðunum, þannig að ég er ekki að fara að tala fyrir félagin, en mér finnst þetta góð ábending og við höfum alltaf að hafa þessi gleraugu uppi þessar reglur og við megum ekki láta MeToo-byltinguna bara sofna. Þetta var ekki bara einhver holskefla sem gekk hér yfir og svo veitum við ekki þetta meir. Við eigum að vera meðvituð þessi mál sem að hafa aldeilis komið upplýsingar frá íþróttahreyfingunum hvað hefur gengið á þar sem bara margar mjög vondar og ljótar og bara skelfilegar sögur. Þannig að við viljum ekki láta það gerast. Ég held að öll íþróttafélög vilji hafa þessa hluti á hreinu hjá sér. Þannig að ég er vissum að þau eru með þetta hreinu, en hvort það hafi verið kallað eftir því í þessu tilfelli er ég ekki vissum, en það er bara spurning hvort að við kallum bara eftir þessum gögnum. Já, fleiri sem vilja ræða 5. mál, Stefán Ómar, gjör svo vel. Upplýsingar frá íþrótta- og tómstundafélögum í tíðinni. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Kannski aðeins bara innlegg í þessa umræðu. Ég man ekki betur en að það sé í samningunum við félögin að þau að skila okkur ársreikningum líka. Ég sé að það eru þarna allavega tveir ársreikningar þarna svona í fljótu bragði sem ég sé inni. Þannig að eitthvað vantar upp á þetta. Ég held að það þurfa að hnykkja eins á þessu líka vegna þess að það er gríðarlega gagnlegt fyrir okkur sem sitjum hérna og geta hort á þetta og séð bara umfang félagana. Ég til dæmis var að kíkja bara á ársreikningu Mosverja og kemur bara verulega óvart hvað það er stór rekstrarreikningur bara sem er þá vonandi væntanlega merki drift í félaginu og kraft þannig við getum lesið heilmikið út ársreikninguna bara ítum á það að félagin gerir þetta er svona bara hluti af því að þau séu til. Verðlegur, þú ert takandi máls við þetta mál, ekki rétt, 5. málið. Þannig að stundum áfram að ræða það, gjör svo vel. Forseti, flest, ég veit alltaf að með Aftureldingu þeir eru með fyrirmyndafélag í ISÍ og það er tekið á þessum hlutum en það voru ekki allir búin að skila inn upplýsingum til íþrótta- og tómstundunefndar. Þannig að það var ekki öll félög búin að klára þetta. Þetta er náttúrulega hlutur sem þarf að laga hvort sem við setjum kröfu að menn fara inn í fyrirmyndafélög til þess að þetta sé bara skýrt og þurfa að skila inn áskýrslu með. Þetta er mjög góða punktur því að og líka í jafnréttisáætluninni sjálfri að hvenær er kallað eftir þessu upplýsingum og þannig að við þurfum að tengja þessa hluti alla saman. Þannig að mér finnst þetta mjög áhugaverður og sterkur punktur upp á framtíðina og við þurfum að tengja þessar nefndir betur saman í að vinna að ákveðnum þáttum eins og forvarnar og jafnréttis og íþrótta- og tómstundar. Við getum vunnið mun betur saman ef við vinnum markvisst með skipulegum hætti. Rúnar Bragi hefur beðið orðið, 5. mál. Gjör svo vel. Forseti og fulltrúar. Langaði bara aðeins varðandi þetta að því að Anna Sigríður minnti á þessu áðan sem var bara mjög gott og þá langaði mig bara að ég fór bara aðeins í samninginn sem við gerðum við stærsta félagið okkar, Aftureldingu að því þetta var sett inn í alla samningana í fyrra. Langaði mig með leyfi forseti bara að lesa 7. grein samningsins við Aftureldingu. Þar stendur 7. grein ákvæði afmörkuð samstarfsverkefni. Lögð rík áhersla á að hver deild félagsins sé áfram viðurkennt sem fyrirmyndafélag og mæti kröfum endurnýjun, auk þess sem handbækur deilda sér aðgengilegar á vef félagsins. Mosfellsbær áskilur sér rétt til að skilyrða allar fjárveitingar til íþrótta- og tómstundafélaga að þau setji sér siðareglur, viðbragðs- og aðgerðaáætlun í tengslum við þær og skulu félögin fræða starfsfólk sitt kynferðislega áreitni eða ofbeldi og hvers konar annað ofbeldi. Einnig skal félagið stofna og eða hafa aðgang að óháðu fagráði sem tekur á móti ábendingum og kvörtunum iðkenda
og ábyrgðar aðila. Félögin skulu sýna fram á að farið sé eftir jafnréttisáætlun og jafnréttislögum í starfi og aðgerðaáætlun sé þar skýr. Hafi félagið ekki gert jafnréttisáætlun með aðgerðaáætlun skal það gert. Þetta er sagt í samningnum að þá auðvitað skuli það gert, en það segir einhver ekki að það er einhver engin dagsetning á það, en auðvitað er samningurinn undirritaður hér 15. október 2018. En auðvitað liggur þetta á félögunum og þetta var gert að mig minnir við öll félögin eins og Anna Sigríður talaði og auðvitað er það mjög brýnt verkefni að þessu sé síðan haldið áfram og gert eins og talaði En ég held að sé ekki þannig að greiðslurnar eigi að hætta eða ekki að koma til vegna þess að það sé ekki búið að því. Ég get ekki lesið það út úr samningnum. Annað en það að það skuli vera gert. Það er ekki minnst á það með beinum orðum en það er kannski einhver sem við ættum að skoða nánar. 5. mál, fleiri sem vilja ræða það. Svo virðist ekki vera, en Örlygur Helgason, þú varst búinn að biðja orðið 4. mál að ræða. Gjörðu svo vel. Það mál hefur þennan langa titil, staða framkvæmda við íþróttasvæði og knattspyrnuvöll í Mosfellsbæ. Virðulegi forseti, ég vildi bara fagna því sem er búið að vera að vinna að undanfarið íþróttamannvirkjunum en það er ein áhyggja sem ég hef varðandi leka. Við viljum leggja áherslu að farið verði yfir það hvað aðra hluti burðarvirkis íþróttums að varma. Til þess með leka, rakaskemmda áður en hafist er handa við viðgerð á gólfi. Með því má girða fyrir hætta leki valdi skemmdum á nýju gólfi. Það kom ekki fram í þessari skýrslu en ég vil bara tryggja að það verði farið í þann hluta líka upp á svo að gólfið skemmist ekki. Já, Haraldur Sverrisson, þeim orðið, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúa Miðflokksins til upplýsingar, það stendur til að yfirfara þak íþróttahússins í sumar. Fleiri sem vilja ræða 4. mál. Og orðið er ennþá laust fundargerð. Íþrótta- og tómstundaréttar með 229, við erum búin að ræða þarna nokkur mál en orðið er ennþá laust. Og það kveður sig engin frekar hljóðs og þá er umræðan lokið við göngum til atkvæði fundargerð íþrótta- og tómstundaréttar nr. 229. Þeir sem samþykkja hana eru bennir eftir hönd. Það eru 9 atkvæði. Þá er komið að skipulagsnefndinni að þessu sinni eru 2 fundargerð frá skipulagsnefnd, ein löng og ein stutt. Hérna var haldinn fundur nr. 486 þar sem var aðeins 1 mál á dagskrá. Ævintýragarður deiliskipulag og ég gef orðið laust þessa fundargerð. Það kveður sig engin hljóðs hana, þá er umræða lokið og við göngum til atkvæði hana. Þeir sem að staðfesta hana er eftir band, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá kemur fundargerð skipulagsnefndin síðari á þessu sinni, nr. 487. Þar voru nú fleiri mál á dagskrá, 11 mál, ég gef orðið laust. Það sé ekki hljóðs í þessa fundargerð og þá er umræðinu lokið. Við göngum til atkvæðum fundargerð skipulagsnefndar nr. 487, þeir sem staðfesta hana eru byrjað eftir hönd, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er ein nefnd ennþá og það er lýðræðis- og mannréttindanefnd. Ný nefnd, nýleg, þetta er fundur nr. 4. Og þar voru 3 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Haraldur Sverrisson beðinn orðið, síðan Anna Sigríður. Gerðsarhaldur. Hvort ég verði bara auðvitað að fá að taka til máls hérna undir 15 liðnum okkar á Mosfellsbæ, það er svo sem ætla hefði verið að gera það líka í bæjarráði en það er einhvern veginn tilhlýðilegar að gera það hver þessari nefnd. 15 lið? Þriðja lið, 5-3. okkar Mosfellsbæ, 5-3. Afsakið fórseti.
Ég vildi bara nota tækifærið og þakka bæjarbúum fyrir góða þátttöku í lýðræðisverkefninu okkar Mosó. Kosningaþátttakan var 19,1%, sem okkur sagt að sé að minnsta kosti Íslandsmet. Það har aldrei verið meiri þátttaka í sambærilegum verkefnum hjá einu sveitarfélagi en þetta. Og sumir segja að þetta sé heimsmet, en það hefur ekki verið kannað kannski nægilega í þaula þannig að þetta fullir á það. Það er ánægjulegt að það sé aukning. Það var 14% þátttaka síðast ef ég man rétt þegar þetta var gert fyrir 2 árum. Þá slógum við líka Íslandsmet. Þannig að nú er búið að halda því og mér finnst þetta verkefni bæði skiptin sem það hefur verið haldin hafa tekist mjög vel. Góð þáttaka fer vaxandi og út úr þessu koma mjög skemmtileg verkefni sem að verða veruleika fyrir bæjarbúa, verkefni sem að hinn hefðbundna starfsemi kannski kallar ekki fram. Þetta leiðir til frjórrar hugsunar, finnst mér, og verkefna sem að nýtast bæjarbúum vel en kosta ekkert endilega mjög mikið. Þannig að ég er alveg sannfærður það að þetta verkefni er komið til með að vera. Fyrst þegar það fór í gang fyrir 2 árum þá voru veittar 25 milljónir í það, nú var það 35 og vonandi getur það verið þegar ef við setjum þetta aftur í gang eftir 2 ár þá verður enn meiri fjármunir mögulega fyrir íbúana til þess að velja með þessum hætti. Þannig að ég ætla nú bara að lýsa yfir ánægju minni með framkvæmd verkefnisins og ekki síst þátttöku bæjarbúa í því. Anna Sigríður, þú ætlar að ræða þetta mál eða? Nei. Er einhver sem vil ræða friðarmál sem við klárum það sem að bæjarstjórinn verður að ræða, okkur Mosó? Það er ekki, þá er umræðan það lokið en Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Þarna voru 3 mál á dagskrá. Spennandi hvað ég vel. Forseti, ég ætla samt að leyfa mér að taka undir fögnuð með þátttökuna í okkur Mosó. Það var mjög glæsilegt og gott í alla staði. Það sem ég ætla að fá að tala um það mál nr. 1. Ég var svo heppin að sitja þennan fund nefnilega. Ég var varamaður í þessari nefnd og ég vildi bara segja að mér líst mjög vel á þá vinnu sem er að fara af stað. Það var mjög áhugasamt fólkið í nefndinni að vinna vel að þessum málum og það er komin af stað þessi vinna með jafnréttisáætlun, endurskoða hana og setja fram framkvæmdaáætlun og það voru mjög bara góðar umræður á fundinum. Það var þokkalegasta hlutfall karla og kvenna. Ekki sammála, það var, já, á þessum fundi og bara mjög góðar umræður og ég hef mjög mikla trú að við fáum góða vinnu út úr þessu og það er bara verst að ég varamaður í þessari nefnd til mig dauðlangar til þess að halda áfram að vinna þessu. Ég vildi bara nefna þetta, að þetta er komið á góðan skrið sem er gott. Vilja aðrir bæjarfulltrúar ræða þetta mál? Nr. 1. Svo virðist ekki vera að orðið er ennþá laust. Það var reyndar ekki mörg mál á dagskrá. Það kveður sig engin hljóðs, þá gangum við aðkvæða þetta mál, þessa fundagerð. Það er Lýðræðis- og mannréttindanefnd. Þeir sem samþykkja hana, það eru 9 hendur á lofti. Það var komið að almennum erindum og forsetinn ætlar að gera stutt hlé.
Já, við hefjum þá funda 9 og förum í það sem heitir almenn erindi. Það er 6. mál á dagskrá. Það er notendaráð málefni fatlaðs fólks og hér segir í fundarboði drög að samþykktum notendaráðs og málefni fatlaðs fólks lögð fram til samþykktar á hálfu Mosfellsbæjar. Ég gef orðið laust, einhvern sem vil ræða það. Þá ber ég þessa samþykkt eða drög að samþykktum upp til atkvæða hér í bæjarstjórn Mosfellsbæjar og þeir sem samþykkja það eru bennir rétt upp hönd. Það eru 9 atkvæði. Síðan hér annað mál sem flokkast undir almennt erindi og það heitir kosning í nefndir og ráð og það er einmitt kosning, það er staðfesting á kosningu í notendaráð málefni fatlaðs fólks. Og ég ætla að lesa upp þessi nöfn hérna og standa hér á fætur. Þetta er semst eftir ákveðinni reglu, það er tilnefning frá Öryrkjabandalagi Íslands. Það er lagt til að Sigurður G. Tómasson verði aðalmaður og varamaður hans verði Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir. Síðan samkvæmt samþykktinni á að koma fulltrúi frá Þroskahjálp. Það er lagt til að það verði Sara Birgisdóttir og varamaður hennar verði Sveinbjörn Ben Eggertsson. Síðan eru 2 fulltrúar frá bæjarstjórn Mosfellsbæjar og það er aðalmenn Lovísa Jónsdóttir og Katrín Sif Oddgeirsdóttir og varamaður þeirra er Valdimar Birgisson og Rúnar Bragi Guðlaugsson. Þá ber ég upp við atkvæða það hvort að bæjarstjórn Mosfellsbæjar staðfesti þessar tilnefningar og við hafa einhvern hönd sem gera það. Þetta er staðfest með 9 atkvæðum og samþykktin er tilbúin, þannig að það er þó ekki því til fyrirstöðu að þetta notendaráð hefði í störf. Þá eigum við aðeins einn lið eftir ágætu bæjarfulltrúar og það er það sem kallast fundargerð til kynningar. Það eru 6 að þessu sinni og við göngum í það mál. Það er fyrst afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Það var fundur nr. 367 og þar voru 4 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust. Kveður þessu engin hljóð sem afgreiðslufund byggingafulltrúa. Þá var sú fundargerð lögð fram. Þá var afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa, fundur nr. 34. Þar var aðeins 1 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust það mál. Þessu engi hljós og þá var sú fundargerð lögð fram. Síðan kemur fundargerð frá stjórn Samband Íslenskra Sveitarfélaga. Það var fundur nr. 871, hvorki meira né minna, haldinn 29. maí síðastliðinn. Ég gef orðið laust þá fundargerð. Þessu engi hljós og þá var sú fundargerð lögð fram. Síðan kemur það sem við kallum venjulega SSH, það er Samtök Sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Og það var fundur nr. 471 og ég gef orðið laust þá fundargerð og Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið þar. Gjör svo vel, Haraldur. Já, ég langaði til að ræða hérna tvö mál, hvort ég var að gera það í einu eða? Já, eða þeir eru samtengt. Nei, þeir eru þannig reyndar ekki. Já, kannski við tökum það bara svona frá. Sigur lagi. Já. Forseti, fyrst hérna mál nr. 2, það er málefni skíðasvæðanna. Eins og við vitum þá, er gert hér mjög merkilegt og gott tímamóta samkomulag sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu um uppbygging á skíðasvæðunum. Setja í þetta, mér myndir 6 og 7 milljarða í uppbygging á skíðasvæðunum á næstu 10 árum. Þetta var reyndar skipt í 2 áfanga, fyrri áfanga og seinni áfanga. Og meðal annars í þessum fyrri var að koma upp snjóframleiðslu að minnsta kosti í Bláfjöllum. Og það hefur nú gengið á ýmsu að koma því máli áfram. Og Skipulagsstofnun nýlega úrskurðaði að það var ekki þörf á mati og umhverfisáhrifum framkvæmda vegna
snjóframleiðslu í Bláfjöllum. Ég vildi nú bara upplýsa það að þú hefur ekki tekið eftir því hér og líka bara hér á bæjarstjórnarfundi að sú ákvörðun Skipulagsstofnunar hefur verið kærð til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Þannig að það setur í raun og veru þessa aðgerðaráætlun að framkvæmda áætlun snjóframleiðslu í Bláfjöllum á hold. Það kom fram á fundinum að þetta geti tekið alltaf ári að fá niðurstöðu þessar ágætu nefndar þetta mál og ef að síðan niðurstaðan svo að það eigi að gera þetta umhverfismat þá geti það tafið málið 1 til 2 ári viðbót. Málið snýst veginn upp í Bláfjöll, fyrst og fremst skilst mér. Og það mat Veitna að reynda var Hafnarfjarðarbær með í þessari kæru sem kemur reynda mjög óvart vegna þess að Hafnarfjarðarbær skrifaði undir samkomulagið sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu að hefja snjóframleiðslu í Bláfjöllum. En það áttu þar að liggja milli hluta. En það snýst sem sagt þennan veg og mat Veitna og þá væntanlega Hafnarfjarðarbæjar líka að umferð hann, væntanlega þá umferðaraukning vegna meiri nýtingar á svæðinu sé þess eðlis að það geti sett vatnsvernd á þessi svæði í hættu. Það snýst samt vatnsvernd og vatnsverndarsvæði. Ég vildi bara líka upplýsa það að ég nefndi það á þessu fundi og það sé nú ekki bókað, þetta var það nú ekki ætlunin, að það væri þá rétt að breyta forgangsröðun á snjóframleiðslu verkefnunum og taka Skálafjall á undan Bláfjöllum. Vegna þess að þar engin vatnsvernd og lítið hægt að kæra. Því að ég held að það gangi nú ekkert ef þetta á að vera einhver 1 til 3 ára bið á þessu verkefni að það liggi bara í láginni og engin snjór verður framleiddur þegar að eitt skíðasvæði hérna við rætur okkar Reykjavík og reynda líka og í Reykjavík, Skálafjall, vel til þess fallið að hefja þar snjóframleiðslu. Þannig að þetta var þetta mál. Já, kannski bara þetta var mál með 2 heitir málefni skíðasvæðina. Eru aðrir sem vilja ræða þetta sem að Haraldur var nefna að ræða? Það Rúnar Bragi, við skulum ræða þá, mál með 2. Mér langar bara að ræða sama mál, bara kannski komið spurningum bara til bæjarstjóra hérna formlega. Ég er að fara einmitt á fund stjórn skíðasvæðanna á morgun. En að því að þú lagðir þetta til, Haraldur, hver voru svörin á fundinum? Það er gaman að vita það. Haraldur, gera svör? Það er mjög einfalt, það var bara eina stór og mikil þögn. Enda var þetta svo sem ekki neinn formuleg tillaga, ég bara sagði þetta í einhverju, ég tók til máls undir þessu máli á fundinum. En ég myndi þá kannski bara þá móti beina því til fulltrúa okkar í stjórn skíðasvæðanna að ef það er fundur þar á morgun og þetta mál þar til umræðu, að leggja þetta bara formulega til. Valdimar Birgisson, við ræðum annað mál í þessari fundargerð. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég tek undir þetta að áskorun til okkar fulltrúa í stjórn skíðasvæðanna að leggja það til að það verði að fara í snjóframleiðslu í Bláfjöllum. Skálafelli segi, fyrirgefðu. Þetta voru vissulega vonbrigði, þessar fréttir þegar koma að því og óskiljanlegt. Það veitur allt í einu snerist svona og ákveða að vera kæra málið. En það er kannski tækifæri að þá að hefja snjóframleiðslu í Skálafelli fyrir. Þetta er miklu betur á skíðasvæðinu. Rúnar Bragi. Ég ætla þá bara formlega, við gerum það kannski ekki yfirleitt á svona fundum, en þá bara leiði bæjarstjórnar til þess að bóka á þeim fundi á morgun að við sækjum bara formlega það að snjóframleiðsla fari þá í forgang í Skálafelli út af þessu máli. Ég ætla að vona að fundarmenn séu bara sammála því og ég undirbýð þá bara bókun fyrir morgundaginn. Þú var að greiða það sérstaklega? Ekki
ekki nefna að það sé eitthvað formið tillaga en ég held að það sé bara fínt að það sé bara áfendur ykkur. Gjörðu svo vel. Mótmælið þingi, ekki allir kolli. Já, forseti, ég kem upp með þessu sama máli varðandi snjóframleiðsluna í Bláfjöllum og þessa kæru skipulagsstofnunar sem að kemur svolítið á óvart að því ég... Kæru Veitna. Kæru Veitna, já, þessa ákvörðun, og þessar áhyggjur af vatnsverndinu okkar sem er náttúrulega alveg skiljanlegt og við eigum að hafa vaðið fyrir neðan okkur hvað það varðar en þetta eru pínu vonbrigði, ekki pínu, þetta eru mikil vonbrigði af því að ég satt í nokkur ár í stjórn skíðasvæðanna og ég veit ekki hvað ég satt marga fundi varðandi það þegar var að kynna fyrir okkur skýrslur vatnsverndina og mögulega áhrif vegna snjóframleiðslu. Og hvað voru margar verkfræðislóðir sem koma að því að gera skýrslur og laða fyrir okkur niðurstöður að okkur væri ekkert vanbúnaði lengur. En þetta er kært og það er bara veitur kæra, þannig við verðum bara að sjá, þetta er náttúrulega væntanlega tefur málið. Það var mikið rætt veginn, að laga veginn og setja á hann olíugildrur og annað slíkt, og þetta var þetta skoðað og það var reyndar talað þegar ef að snjóframleiðslan hæfist í Bláfjöllum og það er svona jafnari umferð, við sjáum toppa í Bláfjöllum þegar það er gott veður, þá er mikil umferð og mikil að vera. En það kæmi hér á ákveðin svona reglubundin snjóframleiðsla, þá væri hægt að það væri umferð jafnari og vegurinn lagaður og settar olíugildrur, en þetta er náttúrulega, það myndi kosta vegagerðina á þennan veg upp í Bláfjöll og það er náttúrulega að, eða hvað, vegagerðin, er það kannski veitur? Veitur, vegagerðin á veginn, já. Og já, þannig að það þyrfti náttúrulega að leggja mikinn pening í veginn og annað slíkt, þannig að þetta allt kostar þetta og nú tefst málið, þannig að ég tek heils hugar undir það að það verður, þessu plani verið breytt, þessu flotta skipulagi, þessu flotta stefnumótun sem var lögð hér fyrir bæjarráð fyrir cirka 2 árum síðan hvernig við ætlum að hefja uppbygginguna í Bláfjöllum og þessi stefnumótun sem var unnin fyrir Bláfjöll og Skálafell og þessu verður bara breytt og við hefjumst handa í Skálafelli, mér líst mjög vel á það. Fyrir síðanlega þetta mál, þetta var númer 2. Málið með skíðasvæðina, svo virðist ekki vera, en Haraldur Hóst við stræða þennan annan mál. Já. Í þessari fundargerð. Og forseti, ég ætlaði að fá að ræða hérna mál númer 3 sem heitir ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk. Og þetta er nú búið að vera hér til umfjöllunar nokkuð lengi. Þetta snýst nú þessu sinni það að samningur við þann sem þá sem unnu útboð fyrir 3 árum síðan þessa ferðaþjónustu rennur út áramótin. Og það er verið að undirbúa nýtt útboð og það er reyndar búið verið að vinna því að framlengja þennan samning að minnstakosti út nýtt ár 2020 vegna þess að það er ljóst að við náum bara ekki að bjóða þetta út og gera nýja samning á þessum tíma sem eftir til áramóta. Og í miðjum klíðum þá sagði Hafnarfjörður sig úr þessu samstarfi sveitarfélaga hérna á höfuðborgarsvæðinu, Kópavogur var nú ekki með í því og það var nú svona grundvöllur á mikilli töluverðri umræðu í stjórn SSH þennan samning og þessa útboðslýsingu og ég hafði mig nú aðeins þar í frammi og fékk það náttúrulega að launum að vera settur í einhvern vinnuhóp til þess að ræða þessa hluti maður skipti sér að einhverju þá var maður settur í einhverja hópa til þess að fara í gegnum það og það sem var til umræða á þessum fundi var að leggja fram fundargerðir þessar vinnuhóps ásamt minnisblaði. Og það er nú þannig að kostnaður við þessa ferðaþjónustu hefur náttúrulega vaxið mjög mikið með tilkomu þessa sameiginlegu útboðs. Upphaflega var nú meðal annars að tvennslags tilgangur, eins og ég skildi það að minnsta kosti,
með sameiginlegu útboði á ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk á sínum tíma og annars vegar að auka gæði þjónustunnar og að lækka kostnað. Ég held að annað hafi tekist, það er að auka gæði þjónustunnar, þó að það hafi kannski ekki gengið áfallalaust að gera það. Það gekk nú brösótt til að byrja með, eins og kannski allir muna, og voru ýmis mistök gerð og svona gekk illa að koma þessu á, en ég held að þetta sé nú að ganga ágætlega núna út frá gæðum og áreiðanleika og alls slíkt, en hitt hefur ekki gengið eftir og nema algjörlega síður sé að lækka kostnað. Og til að mynda hjá Mosfellsbæ hefur þessi kostnaður rúmlega tvöfaldast á þessu tímabili. Það er náttúrulega ekki hægt að kenna þessum útboðum það allt saman, þetta hefur þjónustuþegum fjölgað og allt slíkt. En það er tekið út fyrir sig að þá hefur kostnaðar samt aukist stjórnlega. Það á við fleiri sveitarfélög, þó misjafnlega mikið. Hafnarfjörður og Mosfellsbær þar hefur kostnaður aukist nú hlutfallslega mest, minnst hjá Reykjavík. Og það sem var svona í megin inntakið þetta minnisblaði var það að það er búið að fara yfir þetta mál fram og tilbaka. Það er niðurstaða hópsins að það sé skynsamlegra, bæði út frá gæðum og kostnaði, að standa saman að þessari þjónustu. Ég var nú mjög efins það á tímabili og ég er svona ekki sannfærður, við skulum kannski frekar nota það orð. Ég finnst kannski of sterkt og svona ekki sannfærður að það væri skynsamlegasta leiðin. En eftir að hafa með þessu vinnuhópi farið í gegnum þetta, þá er ég nú eiginlega alveg sannfærður það að það sé skynsamlegast, enda séu það öll sveitarfélögin saman. Og að Hafnarfjörður og Kópavogur séu með í þessum pakka. Og þess vegna var í raun og veru bókað að vinnuhópnum falið áframhaldandi umboð og þá til þess að ræða við fulltrúa Kópavogs og Hafnarfjarðar vegna málsins sem það heitir hér, en það snýst alltaf um það hvort að það sé einhver vilji til þess að hálfu þessara sveitarfélaga að vera þá koma inn í þetta verkefni með hinum. Þetta snýst um það að fjöldi bíla sem þarf að sinna þessara þjónustu verður mun minni. Það eru miklu færri bíla sem þarf með sameiginlegu útboði heldur en ef það er í sundið. Til að mynda ef Kópavogur og Hafnarfjörður eru saman með hinum sveitarfélögum í þessu, þá þarf einhvers rétt rúmlega 50 bíla til þess að sinna þessu verkefni samkvæmt útreikningum Vestur og Líkas það, en rétt 80 bíla ef þetta eru 3 útboð. Og það munar ansi miklu. Það var líka niðurstaða hópsins, það er hægt að lækka kostnað í þessum málaflokki með ýmsum leiðum. Það má kannski segja að það sé hægt að koma þjónustunni fyrir með öðrum hætti. Þá sé hægt að fara að útlista það sérstaklega hér. Kópavogur hefur til að mynda með annað fyrirkomulag á sumum sviðum sem var hægt að taka upp og nýta. Og það er líka, ég segi það nú samt hér, að það er líka örugglega skynsamlegt að vinna að því í góðu samstarfi við hagsmunasamtökin, hagsmunasamtök fatlaðs fólks, að nýta betur hérna bara almennu samgöngur. Auðvitað þarf þeir sem eru hreyfihamlaðir og komast ekki leiða sinna með hjólastól þurfa á þessari sértæku þjónustu að halda, örugglega nánast 100%. Það er ekki endilega víst að allir þeir sem búa ekki við slíka fötlun geti ekki nýtt sér almenningssamgöngur, bara sem við bjóðum hér upp á með kennslu og aðstoð. Og þar af leiðandi verið bæði með öðrum hætti þáttakendur í samfélaginu og hinu venjulega samfélagi, ekki með sérstöku þjónustu sem lítur líka að vera keppikefli fyrir fólk með fötlun, sem og að gera þetta hagkvæmara og þetta nýta þá fyrir kannski hugsanlega aðra þjónustu fyrir hópinn.
Ég nefni þetta sem dæmi, en það er svona, það var farið á ýmsar kríteríur í þessu og svona varpað fram, svona ræddar, svona ýmsir möguleikar í því. Og niðurstaða hópsins var líka sú að það liggur fyrir kostnaðarmat á grundvelli þessara útboðslýsingar og reyndar það kostnaðarmat eða kostnaðaráætlun, hún gerir ráð fyrir því að með breytingum á útboðinu sem það ná niður kostnaði alltaf 12% frá ef það væri ekki gerðar breytingar, en hópurinn sem leggur til og segir að það sé hægt að lækka það kostar að minnsta kosti 5% til viðbótar með ekki einu vetfangi en á einhverju tímabili svona með breytingum í góðu samstarfi við hagsmunasamtök. Hópurinn leggur líka til að kostnaðarskiptingu í sveitarfélaginu verði breytt. Það var farið í gegnum það núna í kjölfar þessa útboðs og rætt þessa kostnaðarskiptingu því að Reykjavíkurborg hafi lengi kvartað yfir því að það væri ósanngjörn skipting gagnvart henni að því sveitarfélagi og fjármálastjórar sveitarfélaganna ásamt sérfræðingum og fjölskyldu eða velferðarsviðum bjuggu til nýtt módel sem til að mynda hafði það í för með sér að kostnaður Mosfellsbæjar hækkaði til viðbótar einhver 10–12%. En það var niðurstaða tillaga hópsins að það yrði ekki farin sú leið í þessari kostnaðarskiptingu. Heldur farin leið sem væri mitt á milli þeirra kostnaðarskiptingar sem hefur verið í gildi og þeirra nýju tillögu sem var samþykkt á öllum fjármálastjórum og öllum velferðarsviðum. Og ástæða þess einfaldlega bara svo að gera þetta meira aðlægandi þá fyrir önnur sveitarfélög að vera með þessu sameiginlega útboði. Þetta er ekki bara spurning þjónustu eða kostnað, þetta er líka umhverfismál. Ef við erum með 26–30 fleiri rútubíla hér á ferðinni höfuðborgarsvæðið fyrst og fast, þá hefur það bara ýmis áhrif á umhverfið okkar, bæði alltaf fleiri bílar á götunum sem og það að þeir menga. Og þetta er ekki mjög skynsamlegt. Þannig að ég vona að þetta leiði nú til einhverjar niðurstöðu með þessu, en ég er svo sem ekkert endilega mjög bjartsýnn á að Kópavogshafn verði með, en mér finnst það að minnsta kosti tilraunir að virði að reyna það. Já, fleiri sem vilja ræða þetta mál sem bæjarstjórar ræða. Það var þriðja mál á dagskrá á fundi stjórnar SSH. Ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk. Og titillinn á því, svo virðist ekki vera, en orðið er ennþá laust þessa fundargerð. Þannig að voru mörg mál á dagskrá, 14 mál. Það kveður sig engin frekar hljóðs og þá er umræðan lokið þessa fundargerð og hún er lögð fram. Það er hér 2 fundargerðir eftir frá byggðasamlögunum. Það er fyrst Strætó, fundur nr. 304, stjórn Strætó, orðið laust hana. Kveður sig engin hljóðs þá fundargerð og þá er hún lögð fram. Og þá er að loks Sorpa byggðasamlag. Og ég gef orðið laust að fundur sem haldinn var 29. apríl síðastliðinn, fundur nr. 407, orðið laust þá fundargerð. Og kveður sig engin hljóðs hana og þá var hún lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi og ég þakka bæjarfulltrúa fyrir fundarsetuna og segi fundi slitið.